Þá það 4. liður aksturs íþrótta- og skotsvæði, stígur á skotsvæði deiliskipulagsbreytingar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Að ræða 13. lið í fundargerð skipulagsnefndar frá 24. ágúst síðastliðnum. Erindi þar sem Bergur Steingrímsson hjá Eflu fyrir hönd Fallorku ehf. Óskar eftir breytingu á deiluskipulagi aksturs íþrótta- og skotsvæðis á Glerárdal. Skipulagsnefnd heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiluskipulagi. Tillagan dagsett 24. ágúst 2016 og unnin af Ómari Ívarsinni hjá Landslagi ehf. Samþykki Skotfélags Akureyrar liggur fyrir. Þar sem óverulega breytingu á gildandi deiluskipulagi að ræða, samþykkir skipulagsnefnd að grenndarkynna erindið, en þar sem samþykki nágrann liggur fyrir telst grenndarkynningu lokið. Skipulagsnefnd samþykkir erindið og leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og málinu lokið samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það bara dálítið í þessu sem langaði til að ræða hérna við ykkur, og það snýr kannski ekki beint að þessari deiluskipulagstillögu, af því að þetta auðvitað mjög óveruleg breyting. En það þetta með að hafa þennan stíg, að láta hann krækja upp fyrir skotsvæðið, og ég veit að það mikið af fólki sem hefur hugsað sér að nýta þennan stíg sem útivistarsvæði, enda verður hann mjög mikil bót við útivistarsvæði okkar Akureyringa, en fólk hefur miklar áhyggjur af því að þetta skuli vera svona upp við skotsvæðið, og einnig það að þetta skuli krækja fyrir skotsvæðið, því að eins og allir vita að þá náttúrulega munar sérstaklega gangandi en ekki síður hjólandi vegfarendur svona hvern krók og hverja brekku sem þarf að taka aukalega. En eins og ég veit að þetta ekki að koma inn á þessa skipulagsbreytingu, en ég myndi gjarnan vilja kannski heyra frá ykkur, ég veit ekki alveg hvernig við vinnum síðan áfram með þessa pælingu, en þetta mjög óheppilegt hvernig þessi stígur lagður þarna, bæði það hann skuli vera svona nálægt skotsvæðinu. Fólk hefur þetta áhyggjur af því að það sé óþægilegt að ganga, þó að ég ætla ekki að segja í kúlnarhríðinni, en svona með þessi hljóð svona nálægt, og þó að þessi mun eigi að vera örugg og gera þetta öruggt, þá það samt svona þessi tilfinning öryggi sem að kannski þyrfti að hugsa aðeins lengra í þessu. En ég ætla ekki, eins og ég segi, ekki vera á móti þessari breytingu á þessu deiliskipulagi, en hún óveruleg og snýr ekki með þessu, en það væri ágætt að vita, eða ég hefði allan áhuga að heyra hvað fólki finnst þetta, hvort einhverja svona mynda sér skoðun á því. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta bara ágætis ábending hjá þér, bæjarfulltrúi Sóley Björk, en það kemur fram líka í erindinu að það verið að bæta við 250 metrar hljóðmun fyrir til þess að bæta öryggi vegfarenda, en þetta væntanlega eitthvað sem við tökum inn bara til umræðu í skipulagsnefnd og skoðum. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, göngu til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt eins og það gefur merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.